Jæja, ég ætla þá að taka þennan kafla 8.5 og fara þá aðeins svona betur í gegnum hann því ég er búin að fara svolítið hratt yfir. Og þá er verið að sýna, eða þetta gengur út af það, þannig að í fyrsta kafla vorum við með að þið gátu gert Lewis táknmyndir af atómum, eins og til dæmis fyrir vetni, þar sem er ein gildisrafeind, þá myndum við vera með 1 punkt, síðan væri það berilíum og þá eru alltaf gildisrafeindir, fjöldi þeirra er þá bara fyrir ofan flokkinn, það eru 2 gildisrafeindir þar, síðan heldur maður áfram, svo er maður komin hérna í flúor og þá eru þar 7 gildisrafeindir sem að gætu verið svona og alltaf maður nota rafeindapör þá á köttunum og síðan værum við með neon eða eðalgastegund og þá skulle ég passa okkur á því að það eru 8 rafeindir þar en ekki 0. Og þá myndi maður setja hérna 2 rafeindir á hvern kant. Svo gengur þetta hins vegar út á það að fara að búa til sameindir og ef ég ætla að búa til sameindina eða flúrsýru, HF, þá erum við að nota þessar hérna punktamyndir H sem er með eina gildisrafeind og flúor sem er með 7 sem væri það hægt að sýna svona og ég læt þessar 2 rafeindir snúa hver að annarri að því þær fara hérna í það að búa til samgilt tengi. Þannig að þetta hérna, þar sem að 2 rafeindir eru láttar tákna samgilt tengi, þetta hérna myndi vera Lewis-myndin. Þannig að grunnurinn er alltaf þessar hérna myndir sem voru í kafla 8.1, þar sem að það er fjöldi gildisrafeinda sem skiptir máli. Og svo er ágætt að hafa líka í huga að þessi aðferð er aðferð til að teikna myndir en ekki raunveruleg lýsing á því hvernig efnatengi myndast í raun og veru. Þannig og ég ætla að hafa hérna til hliðar til að sýna þá jafn óðum hvernig Lewis-myndir er teiknuð upp með þessum hérna 4 efnum. Sem sagt með hérna brennisteins tetraflúoríð, þetta heitir hérna formaldehýð og svo er hérna metan, CH4. Og reglurnar eru þessar að í fyrsta lagi þá að leggja saman allar gildisrafeindir, það gildisrafeindir og þá erum við bara að tala vetni með 1 gildisrafeind, neon er með 8 gildisrafeindir. Leggja saman gildisrafeindir allra atóma. Í sameindinni. Venjulega er það þannig að við svo ég geri það strax að atómið sem er í miðjunni er yfirleitt alltaf undirstrikað, allavega svona í prófum. En hérna myndum við þá leggja saman eins og fyrir kolefni, þá er það í 4. flokki, þannig að það er með 4 rafeindir. Vetni er í 1. flokki, hefur 1 gildisrafeind. En við erum hins vegar með 4 vetni, þannig að það væri þá 4 sinnum 1. Við hefum þá gildisrafeindirnar innan sviga. Og hérna erum við þá komið með 8 rafeindir. Þetta myndi þá gilda fyrir já. Hérna myndum við vera með kolefni, 2 vetni og súrefni, það sömu efni og áður, nema súrefni er hérna með 6 gildisrafeindir. Þetta verður þá 4 pluss 2 sinnum 1, það eru 2 vetnisatóm pluss þessi 6 hér. Þannig að þetta myndi þá gefa í allt 12 gildisrafeindir. Og að lokum SF4, brennisteinn er hérna í 7. flokk. Það eru 6 gildisrafeindir pluss síðan 4 sinnum flúor og flúor er með 7 gildisrafeindir. Þetta er svo hérna, þannig að hérna værum við með 7, já hérna, ég ætla að hafa þetta sem 4 sinnum 7, þá erum við 28, 34 rafeindir. Og svo gildir það reyndar líka að ef við erum með sameindajónir, hérna er ég með óhlaðin atóm, en sameindajónir, fyrir sameindajónir, hérna gildir
að fyrir sem sagt mínusjónir, þar sem væri til dæmis með hérna, hvað segjum við, kannski NO3 mínus, þá leggjast rafeindir við. Þú skildir að rafeindir sem samsvara fjölda hleðslu ég ætla að segja hérna í fyrsta lagi leggjast við gildisrafeindir fyrir anjónir, sem sagt mínusjónir. Og hérna ætla ég að taka dæmi það og þá getur verið með eins og hérna NO3 mínus og þá myndi maður taka hérna, ok, gildisrafeindir þetta fyrir nitur 5. Fyrir súrefni væri það 6 gildisrafeindir fyrir hvert súrefni, þannig að það væri þá 3 og sér 6. Og síðan erum við með þessa hérna mínushleðslu og þá er mikilvægt að muna að mínushleðsla þýðir það að hún með fleiri rafeindir heldur en róteindir, sameindir. Þannig að hérna myndum við þá leggja við +1. Þannig að þið leggið það við þegar þið eru með anjónir. Þannig að hérna væru þið með 18, 19, 24. 24 rafeindir. Í öðru lagi að þær eru dregnar frá gildisrafeindum fyrir katjónir. Dregnar frá gildisrafeindum fyrir katjónir, eða plúsjónir. Og þá getum við verið með hérna ammóníumjónina, NH4+, nitur, 5 rafeindir, 4 sinnum 1. En síðan vegna þess að það plúshleðsla þýðir það að það búið að taka rafeind í burtu. Það eru færri rafeindir heldur en róteindir. Þess vegna hún plúshleðin. Þannig að hérna myndum við fá líka +1, nei, ekki +1, þess að -1. Þannig að hérna væri það þá 5 + 4 - 1 eða 8 rafeindir. Þannig að þetta þessi regla, fyrsta regla fjölda gildisrafeinda. Ég hef búin að, og þessi dæmi, ég hef þau hérna á töflunni og held áfram að vinna með þau, en þar sem þetta upptaka þá alltaf hægt að setja bara á pásu. Svo að í öðru lagi það sem gert að teikna táknið fyrir atómin, sýna miðjuatómið og síðan atómið sem að tengjast inn á það. Og miðjuatómið myndi þá vera þessi undirstrikuðu atóm í þessu tilfelli. Ég ætla að taka burtu þetta hér. Og hérna kemur þá regla 2 og það það að miðjuatóm og svokölluð tengiatóm, atóm sem tengjast á inn á miðjuatómið, en eins og til dæmis hérna sem ég sýni ykkur eftir, tengiatóm eru tengd saman með eintengjum. Og þá þarf bara að muna það að í hverju eintengi eru 2 rafeindir. Eins og ég teikna hérna áðan ef þið eru með flúor og vetni. Að það eru þessar hérna 2 rafeindir, þær mynda eintengi. Þannig að það alltaf 2 rafeindir í hverju tengi. Og svo myndum bara teikna þessi rafeindapöl hér. Þannig að hérna myndum bara taka kolefni og síðan þessi 4 vetni sem að tengjast því. Í öðru lagi þetta CH2O, kolefnir í miðjunni. Svo þau með 2 H-hópa og þeir tengjast, það eru þá sem tengiatóm sem tengjast inn á miðjuatómið og svo erum við með 1 súrefnisatóm. Þannig þá búið að tengja atómun saman með samgildu tengi. Og svo í þriðja lagi, hérna þau með brennistein,
S og síðan myndum við vera með F, flúor og alltaf sé ekki óhætt að færa lotukerfið aðeins til hliðar. Þetta kannski bara allt aðeins niður. Lotukerfið svona aðalega til þess að finna fjölda rafeinda. Þannig að hérna myndi vera S og svo 4 flúoratóm sem að tengjast inn á það. Þannig að maður hugsaði alltaf sem svo að undirstrikaða atómið í miðjunni, þannig að það ekki spurning að skrifa hérna F. Þetta eitthvað sem kemur ekki til greina heldur að öll atómi sem tengjast inn á miðju atómi nema eitthvað annað sem tekið fram. Þannig að þetta var þá regla 2 og og það í sjálfu sér ekkert meira það að segja þó að standi kannski eitthvað aðeins meira í glósunum. Í þriðja lagi þá á að uppfylla átturegluna fyrir að tengja atómið, þessi atóm sem að tengjast inn á miðjuatómið. Uppfylla áttureglu fyrir tengiatóm. Og áttureglan ekkert annað en það að þessi atóm vilja hafa 8 rafeindir í kringu sig nema vetni sem að í rauninni bara ein róteind og ein rafeind og til þess að uppfylla átturegluna sem að hjá vetni þá það í rauninni bara tvistregla. Þá fær það eina rafeind í viðbót og fær sömu rafeindaskipan og helíum. Þannig við getum sagt að fyrir vetni gildi þessi tvistregla að það getur ekki verið með fleiri heldur en 2 rafeindir. Við uppfylla átturegluna fyrir tengiatóm, tvistreglu fyrir vetni. Þannig að þetta þá þriðja skref og það sem að við gerum hérna að maður sér hvað maður búin að eyða mörgum rafeindum núna í það að búa til þessi tengi. Og ef ég tel rafeindirnar saman, þá eru hérna 2 í hverju tengi, það eru 2, 4, 5, 6, 7, 8. Þannig að af þessum 8 rafeindir sem ég var með í upphafi, þá ég búin að eyða 8 rafeindum, þannig að það eru bara 0 eftir. Þetta hérna eru rafeindir sem fóru í tengi. Og þá spurning, áttureglan uppfyllt fyrir hvert einasta atóm í þessari sameind? Hérna við með 4 vetnisatóm og atómin hafa aðgang að þessum 2 rafeindum sem í tenginu. Þannig að þær teljast alltaf með. Þannig að áttureglan eða tvistreglan uppfyllt fyrir hvert einasta vetnisatóm og kolefni vill hafa 8 rafeindir í kringu sig og það 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Þannig að það gengur upp. Þannig að hérna í þessu tilfelli Lewis-myndin bara komin. Gengur upp fyrir allt. Þannig að, þetta var þá þessi átturegla og þarna gengur allt upp. 4. reglan sú að ef það eftir að þeir búin að uppfylla átturegluna, að það gengur ekki upp fyrir að miðjuatómið með of fáar rafeindir þegar upp staðið, þá aðferðin svo að búa til fjöltengi, tvítengi eða þrítengi, bæta tengjum við. Þannig að þá getur það, ef rafeindir eru ekki nægilega margar, til að uppfylla átturegluna fyrir miðjuatómið. Og það miðjuatómið. Taka burt þetta hérna. Þá þarf að búa til fjöltengi
eða bara ný tengi sem að bætast á við tengi sem voru fyrir úr rafeindapörum á tengiatómum. Já, hæ. Að skila... Vinnubók til, já, hoppaði bara þarna. Sindri? Nei, hann Már, Sindri uppi. Og ég ætla að skilja hérna. Já, ok. Úr rafeindapörum sem á tengiatómi. Ég er sem þetta að taka fyrirlestur, ég er ekki alveg smart. Þannig að og það myndi passa í þessu tilfelli. Eru 12 rafeindir og þegar búið að nota 6 rafeindir í tengi. Þannig að við getum sagt að það væri þá -6 rafeindir sem fóru í að mynda tengi og síðan að uppfylla sem að kom þá í reglu 3 og uppfylla átturegluna fyrir súrefnið. Það má ekki bæta við fleiri rafeindir fyrir vetni, en kæmu þá 6 rafeindir viðbót og þá kolefni með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rafeindir í kringu sig og í rauninni allar fast ekki. Ég ætla að sé bara að taka. Óflott. Og allar rafeindir eru þá búnar og þá standur maður eftir það að sjá hvort að miðju atómið, hvort að átturegla sé uppfyllt fyrir það. Og eru bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 rafeindir, þannig að það vantar 2 viðbót. Og það gerir maður þá að taka þar sem eru rafeindir, rafeindapar og samgilt tengi ekkert annað heldur en 2 rafeindir. Að þá þetta rafeindapar í rauninni fært hingað. Þannig að þessar rafeindir fara í burtu og fara hingað og mynda nýtt tengi og þá erum við komin með tvítengi sem inniheldur 4 rafeindir og venjulega sýnir maður þá líka, lætur maður svona verða lengra á milli rafeindaparana sem eftir eru. Erum við bara að uppfylla átturegluna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rafeindir sem kolefni hefur aðgangað og súrefnið hefur ennþá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rafeindir umhverfis sig og áttureglan uppfyllt hérna. Þannig að myndi þessi mynd vera komin og svo að lokum þá það reglan sem væri þá regla 5 sem hvað gerist ef það þegar það búið að uppfylla átturegluna fyrir tengiatómin. Ef það eru afgangsrafeindir, hvað þá gera við þær? Það væri þá regla 5. Ef rafeindir eru eftir eða afgangs eftir að átturegla hefur verið uppfyllt fyrir tengiatóm þá umfram rafeindir settar á miðju atómi. Settar á miðju atómi. Og þetta þá tilfellið með þetta síðasta, þar sem við erum með 34 rafeindir, svo búið að eyða eða verja 8 rafeindum í þessi eintengi, það -8 rafeindir. Síðan uppfyllir maður átturegluna fyrir flúor, bætir við 6 rafeindum og hvert flúoratóm. Svona. Og það eru þá 4 sem 6, þannig að það eru -24 rafeindir. Að þetta þá 34 -32, þannig að það eru 2 rafeindir eftir. Og þessar 2 rafeindir
þær fara hingað. Þarna búið að uppfylla átturegluna fyrir öll þessi hérna flúoratóm, þær eru öll með 8 rafeindir umhverfis. En hérna kemur að fyrstu undantekningunni sem er fyrir 8 eða frá 8-reglunni og svona sú undantekning sem skiptir okkur langmestu máli. Og það það að ef atóm í þriðju lotu, þegar við lotu 3, 4, 5, að í þriðju lotu eða neðar, þá geta þau verið með fleiri rafeindir umhverfis sig fyrir miðju atómið. Þannig að hérna brennisteinn faktisk með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rafeindir. Við getum sagt að það séu sem sagt 1, 2, 3, 4, að það séu sem sagt 8 rafeindir í tengi, 2 rafeindir sem þá svona ótengt rafeindapar. Og ástæða fyrir því að það sé hægt að setja fleiri rafeindir heldur en í rauninni hægt að setja á þetta svigrúm til að uppfylla 8-regluna, það að hérna, þetta var þetta 3p, hérna þau með 3d svigrúm og rafeindirnar geta farið inn á þau. Þannig að þessi þriðja lota og eftir það hafa aðgang að d-svigrúmum sem að þessi hérna flokkur hefur ekki. Þannig að fyrir kolefni þá eru aldrei með fleiri heldur en 8, eða nitur, súrefni eða flúor. Aldrei fleiri heldur en 8 rafeindir og neon þá líka. Og það held ég hafi ekki tekist að mynda neitt efnasamband úr því. Þannig að þetta eru reglurnar og ég ætla að taka þá sýnidæmi 8.6 þar sem að notað þessar aðferðir, að þessar reglur eru notaðar til þess að búa til fosfór tríklórið með punktatáknum. Það sýnidæmi 8.6. Ég ætla að taka burtu, ætla að segja bara þetta hér. Sýnidæmi 8.6 og það að nota þessar reglur til að búa til Lewis-mynd fyrir, og þetta var fosfór tríklórið, PCl3. Og þá það fyrsta sem að við gerið, við tekum notukerfið inn aftur, að finna hverjar eru gildisrafeindirnar. Fosfór hérna í flokki númer 5, þannig að það hefur 5 gildisrafeindir, plús, og klór í flokki 7, þannig að hvert klóratóm hefur 7 gildisrafeindir, þannig að það 3 sinnum 7, og hérna væru þá með 21 + 5 eða 26 rafeindir. Og það iðulega það þannig, þó að þið munið þá undirstrikað, að það þannig að það atóm sem minna rafdrægt, það togar minna til sér rafeindir sem myndi vera miðjuatóm, en í þessu tilfelli það yfirleitt bara fyrra atómið, ef það eru fleiri hópar sem tengjast inn á. Þá getur maður gengið út frá því að þetta staka atómið, það sem eitt sinnar tegundar, sé miðjuatómið, þegar efnin eru teiknuð svona upp. Næsta var þá að tengja þessi atómin inn á fosfór, og þarna getur maður sagt að þarna sé þá búið að taka mínus 1, 2, 3, 4, 5, 6 rafeindir sem að fara í tengi. Síðan 8-reglan uppfyllt fyrir klóratómir sem eru þá þessi tengiatóm. Og þá og ég ætla að reynda að sýna ykkur, og maður getur sparað sér að teikna þessa punkta bara svo lengi sem maður á hreinu hvað þetta að það má skrifa hérna í staðinn fyrir þessar óparaða rafeindir, þessar ópöruðu rafeindir, þá má setja svona strik. Þetta mikið notað
en þá í hverju striki eru 2 rafeindir. Þannig að þetta hérna alveg jafngilt. En hérna þá búið að nota 6 + 6 + 6 -18 rafeindir sem að fara þá í átturegluna. Og þarna þá búið að segja -24, þannig að það eina sem eftir eru þá 2 rafeindir sem að þyrftu að koma fyrir og þær fara þá miðju atómið. Og þetta hérna, svo sem maður teiknar þetta sama fyrir hérna N, að það hérna eins og NH3, að þá erum við með N-atóm, 2 rafeindir og svo H, að mjög oft eru þessi efni teiknuð svona. Eða hérna P, Cl, 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 þá í rauninni verið að gera ráð fyrir þessu 2 rafeindapörum. Svo ég tali nú ekki vatn sem alltaf teiknað á þennan hátt, af því að það eru 2 rafeindapör hérna á súrefnisatóminu sem taka pláss. En ég kem betur að því síðar. Þetta var það aðferðin við að teikna Lewis-mynd fyrir fosfór-tríklórið og síðan hérna æfingadæmi sem að ég bara mæli með að þið lítið á sjálf. En ég skrifa upp að í æfingadæminu. Þá eigið þið að teikna upp fyrir CH2, Cl2 og þegar maður fær svona, og það ekki undirstrikað, kolefni, þá hægt að ganga út frá það sé fremsta atóm sem í miðjunni. Þannig að hérna væri þetta spurningum að fylla upp í rafeindir fyrir þessa saman. Og ég ætla ekki að fara í þetta dæmi, heldur taka þá núna sýnidæmi 8-7, þar sem á að teikna blásýru, HCN, með punktatáknum. Hérna ég hugsa að taka það dæmi hér. Það verður þá sýnidæmi 8-7. Og hérna á að gera sama og hér, þá að teikna Lewis-mynd fyrir HCN sem vetniscyaníð eða blásýra. Og þá myndi maður fara, og hérna í þessu tilfelli, þegar þið fáið svona röð með 3 atómum, þá verið að sýna þetta röðin sem atómi raðast í. Þetta fram að þessu þá hafði verið með fosfór og svo Cl3 eða C og sér koma 2H og 2 klóratóm. Ef þið eru bara með 1 atóm af hverju, þá verið að segja það að röðin þá þessi hérna H, C, N, bara eins og samið skrifuð. Og hérna myndi bara gera það sama, byrja því að tala fyrst við bara með eina gildisrafeind fyrir vetni. Vetni hérna í flokki 1, kolefni, flokkur 4, þannig að þar eru 4 gildisrafeindir, og nitur hér í flokki 5. Þannig að hérna eru 10 rafeindir. Síðan byrja maður að uppfylla átturegluna fyrir tengiatómin. Áttureglan þegar uppfyllt fyrir vetni, en það eru bara þessar 2 hér. Og síðan vorum við svo búin að setja 2 hérna fyrir nitur, þannig að það voru komnar -4 rafeindir í tengi. En síðan uppfyllir maður þá fyrir hitt atómið, og þarna væru þá 6 rafeindir sem að fara hér í að uppfylla átturegluna fyrir nitur og eftir eru 0. Og þá var reglan þessi, ef að maður sér það að miðjuatómið, kolefnið, hefur bara aðgang að 4 rafeindur en vill uppfylla átturegluna,
að þá þarf að búa til fjöltengi. Og við höfum ekki neitt rafeindapar á vettinu til þess að velja úr. En hins vegar erum við hérna með rafeindapör á nitri. Og þar sem að hérna kolefni vantar 4 rafeindir, þá þurfum við að taka þess svæði þessar og þessar. Þannig að hérna getum við teikna þetta á þennan hátt að þessar rafeindir flytjast yfir í það að verða tengjarafeindir og við fáum þetta hérna þrítengi. Þannig að þetta væri þá hérna Lewis-byggingin fyrir blásýru og hérna eru þau þá með fyrir kolefni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rafeindir, fyrir nitur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og fyrir vetni 2 sem er þá búið að uppfylla 8 reglur þess. Já, þetta var sýnidæmi 8 og 7 og hérna ætla ég reyndar að taka líka sýnidæmi, æfingadæmi sem fylgir því sýnidæmi. Þar erum við með plúsjón. Það er þá æfingadæmi. Og hérna á að gera Lewis-mynd fyrir NO+. Hérna er þetta líka svo á að N er aðeins hérna minna rafdragt heldur en súrefni. Að það er sem sagt lengra til vinstri í lotukerfinu. Þannig að N er miðjuatómið. En þá myndum við að byrja á því að finna gildisrafeindirnar. 5 rafeindir fyrir nitur, 6 fyrir súrefni og síðan að við erum með þennan eina plús hérna að þá dregum maður frá eina rafeind. Það er að einni rafeind færra heldur en ef hún væri hlutlaus. Þannig að hérna væri maður með 11 minus 1, þannig að þetta hérna væri þá 10 rafeindir. Nú, síðan er ekkert annað að gera heldur en að tengja þá þessi atóm saman og uppfylla, og þá er maður búin að nota hérna mínus 2 rafeindir í tengi. Uppfylla 8 regluna fyrir súrefni. Þannig að þá er það mínus 6 rafeindir viðbót. Og þá eru eftir hérna 2 rafeindir. Og þær 2 rafeindir fara þá hingað á N-ið sem er þá þetta hérna svokallaða miðjuatóm, þó það séu þetta ekki miðjuatóm, en minna rafdrægt. Og það sem við erum þá með hér er að nitur er með 1, 2, 3, 4, alveg svo kolefni áðan og vantar 4 viðbót sem það getur fengið hérna frá súrefninu. Þannig að við getum sagt að þessar hérna rafeindir á súrefni að þær flytist hingað og breytist í eitt tengi héðan og eitt tengi héðan. Og þetta myndi þá vera, hérna við gerum það nú alltaf í sama lit, N, þrítengi, O, og sér erum við með þetta hérna rafeindafjöld, ótengdu hérna á sitt hvoru megin. Og oft þegar maður er með svona jónir, þá er oft reglan sú að setja hornklofa og plús hér. Allavega áður en ég kenni ykkur að finna formlega hleðslu. Þetta var þá æfingadæmi hér og að lokum var, sýnidæmi 8.8 þar sem er verið að finna Lewis-byggingu fyrir sameindajón. Það er þá sýnidæmi 8.8 og auðvitað er þetta líka sameindajón hér, bara það er óalgengar að sjá plússlaðnar jónir heldur en mínusslaðnar þegar það er svona sameinda. Þetta var sýnidæmi 8.8 og hérna erum við með sameindajónina bróm, tríflúoríða, þetta er hérna sem sagt brómatjónið í jónatöflunni. BrO3 mínus. Þannig að þetta er ein mínusleiðsla. Hérna
Svo farum við í bláa penna. Hérna myndum við vera með 7 rafeindir fyrir bróm. Bróm er, sjá, að bróm er hérna halógeni sem er nú í 7. flokki lotukerfisins. Þannig að það eru 7 rafeindir. Svo myndum við vera með 3 sinnum 6 fyrir súrefni. Og síðan eru þið með hana mínus hérna, sem þýðir það að það eru fleiri rafeindir heldur en róteindir í þessari sameind. Þannig að þá bætir maður við einni rafeind fyrir hleðsluna. Ef þetta væri 2 mínus þá myndi maður gera +2, 3 mínus þá verða +3. Þannig er alltaf jafn margar hleðslur og rafeindir sem maður bætir við. Þetta myndi þá vera 18, 19, 26. 26 rafeindir. Alveg að ganga. 18, 19, já. 26 rafeindir og hérna myndi bróm vera miðjuatómið. Og þá myndum við að byrja á því að teikna hérna bróm og síðan tengist það hérna 3 súrefnum. Þarna getur það sagt okkar mínus 6 rafeindir sem að fara í tengi. Það eru tengi. Síðan þarf maður að uppfylla það 8 regluna fyrir súrefnisatómin. Það voru komið með 1, 2, svo 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 er viðbútt hér, 6 er viðbútt hér. Þannig að það er þá mínus 18 sem að fara í þessa 8 reglu. Það er hérna mínus 8 regla. Og síðan eru þá eftir, er ekki 26 mínus 6 mínus 18 myndi vera 2 rafeindir. Þessar 2 rafeindir myndu þá fara hingað. Hérna er búið að uppfylla þá, hérna fyrir öll þessi hér, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fyrir hvert súrefnisatóm og fyrir bróm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Þannig að þarna er búið að uppfylla 8 regluna. Svo setur maður gjarnan hornklófa hérna utanum með hleðsluna, hérna, svo það sé alveg ljóst hvar hleðslan er. En þetta, að hleðslan er sem sagt á allri jóninni. Þá, já, ég ætla að láta þetta duga. Þetta væri þá kafli 8.5 með öllum hérna síðudæmi sem honum fylgja. Takk fyrir.